Kannski ástin sumum sæluhús í svörtum norðanbyr og hún vekur vonum munað og hún veitir hjartan sín ef erfiðleikar ógna og einsemd sækir heim mun ástarminning ein úthýsa þau. Kannski ástin eins og gluggi og opnar stofudyr og hún býður þér í bæinn og vetrarlíf en fyrr og þótt þig beri langt af leið leyndan villustíg mun ástin vísa veg og vernda þig. Það eru margir sem átta sig á því að maður sparar heilmikið þegar maður hjólar en kannski ekki hversu mikið það er. Margir kvarta yfir því að bensíni kosti 260 krónur en ef maður hjólar til dæmis helmikið af því sem maður fer þá kostar það að gera með 130 krónur skilur. Margir kaupa sér bensín svona, skulum segja meðaltali fyrir 7.500 á viku. Það gerir þá ári, svona hátt í 400.000. Nú, ef það eru helmingur af því er 200.000 og ég skulum segja að það séu 200.000 bílar á landinu sem að þurfa 200.000 ári eða spara 200.000 ári. Það eru bara 40.000 milljónir. Já, sæll. Í gjaldeyri. Já, í gjaldeyri líka maður. Við erum alltaf kvartir við því að þú vart í gjaldeyri. En þetta er ekki eina, því að það má líka líta á þannig að þetta er líkamsrækt. Fyrir okkur er þetta líkamsrækt. Og þetta er líka fyrirbyggjandi í sambandi við sjúkdóma til dæmis. Bæði líkamlega sjúkdóma og ekki síður andlega sjúkdóma. Við höfum þó nokkuð hjólað í útlöndum, í erlendum borgum, okkur til mikillar ánægju. Og það sem kannski kom okkur mest á óvart er að við komumst yfir svo stórt svæði í hverri borg með því einu að hjóla. Við sáum í raun mjög mikið og mjög margt. Og auðvitað miklu meira heldur en við höfum farið með restum borginnar. Það er líka svo létt að hjóla. Það er líka ofsalega létt hér. Það eru margir sem halda að þetta sé eitthvað ægilegt mál og maður þurfa að klæða sig eitthvað svakalega og svona. En þú veist, að fara út í búð, fara nokkra kílómetra í vinnuna og þetta nokkuð. Jafnvel oft farið bara svona. Ég fer oft svona að jarðarförum með að brúka upp. Nú, svo á maður auðvitað búnað ef maður þarf að því að halda og ef það eru brekkur þá fer maður bara rosalega hægt upp brekkuna ef maður ætlar ekki að vera sveittur þegar maður mætir á staðinn.